Hér á að finna 3 horn A, B og C og bógana X og Y og það eru 2 reglur sem við getum haft í huga og önnur er sú að hornasumma þríhyrnings 180 gráður og hinn er að bógin er alltaf 2-falt stærri heldur en hornið sem ferilhornið í rauninni sem myndar bógan. Ef þetta væri miðhorn að þá er bógin jafn stór, semst ef að hornið er hérna að þá er bógin jafn stór, en þessu dæmi þá er engin svoleiðis horn. Og ef ég myndi nú bara strax byrja og ætla að finna hornið A, að þá veit ég ekki bógan og ég veit heldur ekki nóg út frá hornasummu þríhyrnings til þess að finna hornið A. Þannig ég er ekki að fara að gera þetta hér í réttri röð. Ég hugsa fyrst, hvað er það sem ég veit? Ég veit að ég sem sagt veit að þessi bogi hér er 60 og hornið sem myndar þann boga heitir B. Þannig að B hlýtur þá að vera helmingurinn af 60. Hvað veit ég meira? Ég ætla strax að skrifa allt sem ég finn. Það er mjög góð regla. Ég veit að þessi bogi hér er 100. Það hjálpar mér kannski ekki alveg strax, en ég sé, núna er ég búin að finna 30 og ég veit að þetta horn er 80, að þá get ég fundið A með því að nýta með reglu hornasummu þríhyrninga. Ég dreg frá 80 og 30 og fæ út að hornið A er 70 gráður. Skrifa það inn. Og nú sé ég að þetta horn 70, það myndar þennan bláa boga hér, sem hlýtur þá að vera 140. Ég sé að hluti af honum er 100 og hinn hlutin er x, þannig að 100 pluss x gefur mér 140. Þetta þýðir náttúrulega þá að x-ið er 40. Ef ég dreg þessa 100 gráður frá og þessar 140 gráður er náttúrulega bara tvisvar sinnum hornið 70. Allur þessi bogi er 140 og svo bara hingað er 100 og restin er x. Já, þá ætlum ég að skrifa það inn. 40, þessi bogi hérna. Nú get ég hugsað, byrju hvað ég eftir? Ég á eftir að finna C. C hlýtur að vera 20 því að C var hornið sem myndaði x-bogan og x-bogin er 40. C er helmingurinn af því. Og þá er ég bara eftir að finna y. Ég ætla bara að segja að það hefði náttúrulega verið hægt að nota hornasummu þríhyrnings, finna kannski, eitthvað svona horn hér og eitthvað svona, en þetta er leiðin sem ég er að fara. Ég veit sem sagt að þessi bogi hérna er 100 og svo pluss 40, það er 140 og svo pluss 60, það er þá 200. Þannig að y er þá heill hringur 360 mínus 200 gráður. Sem sagt mínus þessar 100 gráður og mínus x-ið og mínus 60 gráðunar. Þannig það gefur mér 160. Það er y. Hornið sem myndar y, já, þarna sjáu þið. Ég hefði nú eiginlega bara getað fundið þetta strax í byrjun.
Hornið sem myndar ypsilon er þetta horn hér, 80. En ég hefði getað byrjað að finna ypsilon. Segja bara 80 sinnum 2 og fengi 160. Þannig þið sjáu að það er alltaf fleiri en ein leið til þess að reikna þetta, en akkurat í þessu dæmi að þá er ekki hægt að byrja á því að finna A þó að það sé fyrsta sem er í stafrófinu. Þannig að svona lítur þetta út. Og auðvitað ef þið gerir klöfuvillu á einum stað þá hefur hún áhrif, eins og ef þið myndu fá x vitlaust þá hefur það áhrif kannski á y eða c alveg leið.